frá Sögur spilar golf. Hérna er ég staddur í golfsvítunni og er að stilla mínar stillingar fyrir hringinn. Ákvað að spila GKG, Kópavogs og Garðabæjar völlinn. Grínin á Íslandi spinna nú ekki svona mikið, þannig að ég reyni alltaf að svona generate að gera eitthvað stillingu þannig að það endurspegli það. Tekst ekki alltaf, spinnar aðeins að mikið í þessum hermi sko. Og hérna það er ekkert auto replay og eitthvað svona. Spila gulum og hérna til í tuskið. Fyrsta brautin er par 4 og vanalega svona þegar maður er úti þá nefnir maður ekki að hita svona vel upp og tekur maður kannski eitthvað 2 járn og kemur í brekkuna og hann rúlar eitthvað niður. Þannig séu þau vilt högg með 2 mann nær því, en ég hermi það náttúrulega negli maður allt með dræfur bara búin að hita rosalega vel upp og eitthvað svona stilli svona aðeins hægra minn og vonast eftir að fá mitt litla dró til vinstri. Hefnast svona rosalega vel. 273 metra þetta dræf, hvað er þetta, 111 sveiflurhraði sem skilir sér í 162 miles per hour í boltahraða. Það er mjög fínt fyrir mig. Ég gríp alltaf hérna og stilli angle of attack og club hvað er það, club face, nei face path, ég man ekki hvað það heitir, ég sé ekki nógu vel að skjáin sko. Þannig að bara að sjá hvernig kilón er að hafa sér. Þannig að besta stað þarna á eitthvað cirka 88 metra eftir, tek 54 gráður sem svona slagar upp í 100 en já, á góðan degi en svona ofta svona 95 sem er perfect. Þannig að býst við smá bakspuna, hitt hann bara vel, en sé strax að ég er aðeins svo langur, svona 5-7 metrum á langur. En par niðurstaðan på tvíbút að ég hitti ekki hringinn, þá var það tvíbút. Hóla 2, 154 metrar niðri móti, 8 járn er þar fyrir valinu og býst við að taka hann pínu til vinstri. Ég er ennþá svolítið svona að vinna í þessu vinstri dæmi. Ég sjá að ég er með hægri löppina þess aftar alltaf. Það var svona svolítið vinstri. En það var það sem ég var að vinna í alltaf stöðugt og stöðugt sko, að ég var ofta að fara outside in og fara með efri búkinn yfir og þá sem genereita alltaf fade sko. Þannig að þá tók ég þetta ráð að taka hægri fótinn alltaf vel til hægri en aftar og það vinnur svona á móti, þannig að ég tek svolítið beint eða þá svona púlti vinstrin, en ég kýst það nú frekar heldur en að feita. En ég er svona smátt að færa með og vera bara skver. Þarna vippaði ég upp og náði ekki hringnum, þannig að það er tvíbút þann, það var bara skolli, komin á búseil. Og þriðja brautin er þessi skemmtilega par 5 upp í móti. Það er þarna eins og þið vitið smá skurður hann í á milli, þannig ég get ekki dræfur, tek bara 2 járnið og býst við að fá smá dró og hérna ætti þá að ná svona 220 metrum. Klikka svona yllilega á því, bara skil feysið eftir opið, hún er bara einhverjum 188 metrum út hægra megin sem bara hef ekki verið þar í einhverju ár sko. En hérna þarf að fara út sideways bara með 60 gráðum, bara easy 30 metra. Bam, dreif ekki svona inn á, hrikalega svekkjandi vegna þess að það refsa mér svona 10-20%. Þú veist, ef þetta eru 244 metrar þá þarf ég það sinnum 10-20. En ég tók bara 2 járn, ég ætlaði bara að reyna að fá þetta 2 járn inn og tók bara eitthvað samt ekki gott högg, en hérna nóg samt fyrir næsta högg einhvern veginn. Þannig að er ég búinn með 3 högg, ekki gott, en ok, það er það von. 54 gráðnar fyrir 84 metra cirka í stöng. Ég þarf að fara þá 90-95 metra vegna þess að grínin alltaf tekur á móti og
hallar alltaf mótir, þannig að kemur greiðlegu bakspunni og bara ofstuttur og lekur allt út af þarna ef maður ekki hefði þurft að vera alveg vel lengri. Bínusvaktur, nýbúin að fá skolla á hinni brautinni, þannig að stefning skolla þarna nema ég vippi í. Þetta er 54 gráðunar. Ég vippa nú cirka svona einu sinni í per ring. Það er svona að meðaltali, þannig að ná ég því ekki og fæ annan skolla. Ekki gott, 2 upp. Jú, pluss 2. Það var að par 3. Hólan góða, 111 metrar. Það er svona í mestalagi með hérna gappætsunum mínum, 50 gráður. Og því tók aðeins á því, þá fór hann aðeins til vinstri. Aðeins yfir. Allt í góðu, bara létt vipp eftir með 54 gráðum. Fyrir fugli. Og næði því, þannig að og 1 pút þaðan, þannig að það par. Ok, búinn að stoppa the bogey train. Þessi hóla er alltaf pínu meira trikki en maður heldur. Hún er þó hún sé bara 332 metrar. Þannig getur maður bara tekið 2 járn vegna þess að það er engin svo rosalega lendingasvæði fyrir dræfur nema maður negli yfir á 12 braut bara. En gott að ég var bara þarna sko, ég ætla bara að fá þetta 2 járn inn, skilur. Ekki fullkomið, 204 metrar, good enough. Svona rétt, ég hefði viljað vera svona 15 metrum lengri. En bara á fínu stað, svo sem 132 metrar eftir, það er bara fullkomin nýja, bara þægileg nýja. Og það er ekki hvorki að taka á því, neð taka af henni þannig sé. En hérna óvanalegt, eins og með 2 járni áðan, þá bara helst kilónópin og bara svo leiðilegt högg sko. Kom ekkert inn til pakka eins og nátt að gera. Þannig að það voru góður á dýr. Þarna í þessari stöðu er þetta bara púra 60 gráður. Það vippa yfir allt hérna röffið, forðarsbankarinn. Og hérna, þú bara látt, það er ekkert að fljúga honum mikið. Næ hringnum og næ þá ein púti sem er par. Ekki sérstaklega ánægð með sjálf á mig. Það er að gera marga feila, það er alveg merkilegt sko, það er búin að vera alveg á eldi sko, yfirleitt svona 4-5 undir alltaf pari, allar hringi. Leiðið kveiki á kamerunni og þá verður eitthvað smá svona, einhver tilfinning til, þannig að maður verður svona eitthvað spírhættur, sem er bara frábæra æfing að gera það. Þannig að hérna, þá ætlaði maður bara að negla hér og þá er það sama gamla villan, þá loka ég og vart killuðustum aðeins svo mikið og púla hann bara vel til vinstri. Það var heppið með anguli hérna rétt næ vinstra megin við þessi tré með pitching wedge, eiginlega perfect, samtals með refsingu 111 metrar cirka og hérna heppna svona rosalega vel og næ hringnum bara rétt við næst bara tappinn fyrir fugli. Ok, strákurinn kom tilbaka. Komið þá bara á 1 yfir par aftur og par 5 coming up. Here's where I get all my money back sko. Það er gaman að dræfa þessari miða svolítið hægra megin, reyna að draga hann inn og taka bara vel á því. Hefnast geðveikt vel, eiginlega bara ofvel. 264 stoppar 114,5 miles per hour sem er met hjá mér í hraða. Rosalega ánægð með það. Sérðu, bendi mér. Vá, fylg gleði. En fór í vatni segja þér að ég held, en hérna, no penalty as it lies. Hann náði ekki í vatninu. Þannig að hérna, en alltaf taka taugarnir góða, en það var, tók ég alveg eftir, það var eitthvað svona niðurhalli eða eitthvað bla, þannig ég náði engu flugi og bara svona asnaðist áfram. Náðu ekki að capitalize á þetta no penalty dæmi hérna. En nógu, we're still in it. Bara nógu vippi hérna, helst í hring til að ná fugli. Með refsingur er þetta 75 metrar. Það er bara perfect 60 gráður. Taka vel á því. Ná kannski 80 metrar höggi. Og með bakspurna. Neini, sjankan bara.
Sjankan í bunker, það hljómar ekki vel, ekki góð uppskrift. En maður bara rúllar með hökunum, tekur bara 60 gráður á aftur og í bunker fyrir fugli. Það bara náður hring til að bjarga pari. Ágæt sveifla og nær hringum og bara helviti nálægt. Par niðurstaða sem pínu svona tapað högg á þessari par 5, en ok, maður getur bara náð hingstur hans þar. Þá það aftur bara 2 járnið. Angulið hérna bara þannig að 220 metrar með 2 járnið væri perfekt. Sko, ég hef trú á þessu 2 járni. Núna má það heldur betur tósast til vinstri, vegna þess að brautin liggur þannig og ég þarf bara 200-220 metra til að ná fínu lengd fyrir annað höggi. Heppnast bara mjög vel. Fyrir hvað, 217 metra frá besta stað. 2 járnið comeback, komið inn. Þá á ég hvað, 94 metra eftir. Það bara gap-matchið, þá þarf ég að taka þess að gap-matchinu. Það aðeins svo mikið fyrir 54 gráður vegna þess að það myndir spinna svo brjálæðingu tilbaka. Þannig að þá tek ég bara gap-matchið og teka þess af. Þá kemur ekki mikil í spakspunni. Stýri með höndunum. Heppnast bara rosalega vel. Gott aðeins tilbaka segir Sigursteinn, en bara ekki alveg nóg gott. Ja, típút, par. Fínt. Ánægð með það. Þetta fljótt að gerast. Strax komin á 9. 157 metrar í pinna niðri móti. Svona, já, þetta bara þægileg 8. Og ákvað að taka ekkert svakalega mikið á því út af þessu niðurhalla. Ég bara rosalega glaður að ná gríni hér. Þetta svo kúpt grín og ógeðslega erfitt að stoppa á því. Þannig að fínt að lenda bara þarna framan á gríninu og bara tekja meira sinna og taka parinu. Tvíbút, easy. Nei, alls ekki easy. Það svo 10. Þetta eiginlega held ég bara erfiðasta braut vallarins. Driver höggi, mér aldrei tekist að dræfa neitt sérstaklega vel á þessari braut. Og já, aðeins lokaður en þrusu högg. 115,3 miles per hour, 164,8. Þetta nýtt með til Sigursteini. Og bara hafði ekkert til í, sko. Þannig að strax mjög mikið af positives úr þessar hring. Ánægð með það. Ég skil eftir bara 134 eins og þá með þess að fór sko takki undan skónum sem svo önnur segja ykkur síðar hvað hann fæði þess að takka. 8 járn, 134 metrar. Það bara með smá refsingu, sko. Hitt hann aðeins of vel og bara einhvern meginn of langur og bara fer yfir allt rastlið og enda ykkur 166 metra eða eitthvað, ég man ekki alveg. Það taka 60 gráðunar og bara negla honum upp, tókst ekki alveg nógu vel, fór ekki nógu hátt upp til að stoppa. Þannig þá ætti ég bara að vippa fyrir pari. Ég skuldaði 1 vipp í, gekk ekki, þannig að það bara skolli. Þessi braut helvíti lúmsk. Grínið allt kúft og alveg ómögulegt, sko. En dræfið var gott. Það var þessi litla par 3 bara klassískur pitching wedge. Ná bara gríninu og þá maður bara glaður. Bara fínt högg, aðeins og stuttur. En stay there par. Það bara ríkur áfram. Ég svona 20-25 kannski með 1800. Herðu, par 5, skemmtilegt ræðfætti núna. Reyna með að hægra meginn og draga hann aðeins inn. Heppnast bara mjög vel. 267 metra drive, 112,7 miles per hour. Þetta hefur verið svona 275 með að hann fengið að rúlla brauðina. Bara mjög ánægður. Og á 6 járn eftir, stillan hann yfir allt raslið. Sé í húsi hans Tóta Tango hana. Beð heilsa. 174 metrar cirka með refsingu, sko. Að því var út í 10%. Bara frábært högg. Bara opin að fara aðeins yfir. Reyna vippi í fyrir Erni. 54 gráður.
náðu ekki erninum en ég náðu fugli, þannig að erum þá +1 en par 3, þessi alltaf lúmsk sko, ekkert með en grín, það alltaf lengra en maður heldur inn á, þannig með 9 járni, þetta eiginlega perfekt lengt fyrir 9 járni og taka mitt litla dróa þá bara þetta perfekt en aftur sama bara ég næ ekki dróðin einhvern veginn og bara ullast til hægri, ókýrlega svektur ég þarf að taka, þetta ógeðislegt högg sem ég eftir 60 gráðunar, hallar allt undan ég þarf að enda vel hægra megin og það að floppa honum eins og motherfucker og þannig ég að sýna ykkur niður með hendur alveg eins og í bönkar þá setjum maður hendurna svona niður og floppar hann svona upp og beint undir hann en hitt ekki eins og þau heyrðu kannski ekki alveg nógu clean þannig að hann var aðeins svo langur en ég næ þá að halda heldur skrýna leikum maður hérna yfir skolli aftur komin á +2 þessi braut ég er með að taka rosalega aggressíft með þetta Condor braut Íslands par 5 þetta eiginlega eina fáu brautunum á Íslandi sem hægt að fá Condor það við höfum Condor það hefur gerst 6 sinnum í recorded golf history að einhver hafi fengið Condor það sérstu hólaði höggja par 5 ef einhver gæti þá voru þið, hvað heitir hann, Guðni Valur hann negla eitthvað beint yfir allt draslið og ná gríninu þetta séns, ég veit ekki neina aðra hóla á Íslandi sem sem er möguleiki náðu góðu höggi 271 metri eitthvað slags 112,8 miles per hour þetta droslega vel en já, ég skora á Guðnaval og fleiri bombur að reyna að ná Condor á 14. hólu í GKG herðu, 9 átn eftir 141 metri bara perfekt ég veit líklegast aðeins og stuttur en 80 átn er allt of mikið þannig að bara við sættum okkur við að vera stuttir ef þetta heppnast þar að segja ég er búin að skilja hann eftir svolítið til hægri en hann rétt heppnast hann er ekki alveg nóg mikið mistri en þetta við erum bara sáttu þetta en fugl, easy fugl komin á +1 ég sýn ykkur smá trikk sem ég nota sjáu hvað er þröngt á milli á milli trjána þá stilli ég bara teginn minn hvar ég stilla hann upp aðeins lengra til vinstri þannig að ég reyna að byrja alltaf hægra megin skilur með dræfið og nú er það ögn skálra þá get ég stillt mér svona reynt að taka hægra megin þannig að opnaði okkur hurðina dónalegu kall truflaði mig en ég blokkaði hann til vinstri gamla góða blokkið work in progress maður er aldrei með hérna fullkomnusöfni það er alltaf eitthvað sem er að vinna í 113 metrar, pitching wedge bara perfect, bara negla minna á green move on náðum ekki alveg nógu vel upp og gríðalega svektum með að hafa ekki náð yfir til að kefta þetta þannig að þá þarf ég að vippa inn í einan helvitis hring skuldi eitt vipp í næ því ekki og næ ekki svona hringnum næ ekki svona pari, eru ógeðslega svektur skolli, aftur komin á +2 en ok, síðasta par 5 dagsins stilli í rauninni með á 3. braut það er langþægilegasta aðkoman sem ég veit að það er ekki að koma að spila þarna upp 3. brautina, akkurat þarna þá leyfi við mér það bara negla þangað, engin hætta það er ekkert skurður til að fara ofan í eða neitt svona lítur út fyrir að segja gríðarlega mikið til hægri kannski er ég að gera bara því að hægri fóturinn á mér er svo aftarlega næ, ágætu höggi, ekkert eitthvað stórkostlegt 259 metrar 112 miles per hour ekki alveg nógu langt þess að ég hef viljað en ok, skil eftir hérna einhverja 204 metrar eitthvað slags fyrir alltaf bara beint yfir holdið heila bara fínt ef maður meira aðeins hægra megin bara 204-5 metrar það er bara svona eins og fjarkin þægilegu fjarki hægt gæti náð með 5 en tók fjarkan í þetta sinn og sama hérna með 9 áðan ég bara hann helst
það var eitthvað úr syngi mjaðmarhreyfingar eða eitthvað, þannig að hann bara varð feitur og ógeðslega stuttur og ljótur. Þannig að þá bara bregst með því, tekur 54 gráðunar, perfect fyrir þessa lengd, smá controlled, það er í miklu röffi, þannig að 20% refsingu, þannig að það er ekki að fara að spinna mikið. Þetta var aðeins of handsy og stuttur, ég náði ekki hringnum og náði ekki fugli, þannig að það var bara par því mér. 2 hólur eftir, styttist hérna endan. 107 metrar cirka í pinna hér, það er bara klassískur gapvets og bara vonum að hann haldist ekki svona til hægri eins og höggin hafa verið svolítið hjá mér í dag. Náum hann að fallega dróðan okkar pingun, eða dróðan svona pínu bara sem ég kannski bara púli eða eitthvað. Náðu því ekki. Helst til hægri. Þetta er bara svona höggskilir, whatever. Ef að villan mín er bara svona mikil villa, þá er ég bara glaður. Easy vipp eftir og þarna var ég að hugsa, ok, ég skulda eitt vipp í. Perfect núna, perfect færi. Og mikið hægra megin. Næ bara pari. 2 yfir fyrir síðustu braut sem er skemmtilegt náttúrulega drive eins og þið vitið. Eða perfekt fyrir svona ferilinn sem ég er að reyna að ná. Það er svo sem ekki að stilla mið vegna þess að ég fer bara beint og svo kannski tósast hann aðeins til vinstri. Það er vinna í högginu mínu. En já, ég er að reyna að vinna í þessum hægri fæti, ég ætla að reyna að vera aðeins meira square, til að hafa aðeins meira klassískari sveiflu. En þetta eins og segja, var maður bara svona til að hjálpa. Því líka mann er ekki betri en það. Næ, fínu sveiflu 262, 115 miles per hour. Ótrúlega sáttur, en sjáðu bara 156 miles boltarhæðir sem þýðir að ég hitt ekki nógu vel á kilofeysið. Smarsfaktorinn ekki góður, en whatever. Bara rosalega sáttu við þetta drive. Skil eftir bara 71 meter, það er 54 gráður controlled. Getið ekki 60 gráður, það myndi spinna alltaf mikið, þannig að 54 gráður er is. Það bara hitt í hringinn til að ná að vera plus 1 samtals. Fínt högg og stoppaði, en viðmenn stöngin út, spinnar út úr hringnum. Það er bara par, þannig ég enda þennan hring á plus 2 yfir. Tek margt jákvætt út úr þennan hring, meðal annars boltarhæðan og svona. Ég hitti bara 42% af brautum, 50% af grínum, náðu að redda með 44% tilfella. Meðal drive 256, þetta er svona fyrir upp á við. Meðal sveiflurhæði 113, það er met hjá Sigursteini. Þannig að ég bara frekar ánæður með margt. Skorinn náttúrulega bara var pínustöngin út, allt í góðu. Ég var að vera nokkra undir, en það, golfið sveiflast upp og niður. Þannig að það bara, hlakka til bara að spila næsta hring. Það er alltaf þannig þegar maður er nýbúin með hring, hlakka maður til að spila næsta. Þangað til þá.